Sterk í mótlæti. Hvað einkennir afreksíþróttafólk eftir Arnar Ragnarsson? Ég ætla að byrja á blaðsíðu 13. Þegar þjálfarar ná að skapa þetta ákjósanlega umhverfi eru gæddir þessum hæfileikum ná þeir móta einstaklinginn á þann hátt að þeir verða ekki aðeins betur sálfræðilega og hugarfarslega í stakk búnir til að takast á við keppni og íþróttir heldur einnig fyrir lífið sjálft. Körfuknattleiksþjálfarinn John Wooden greinir frá þeim þáttum sem honum finnst skipta mestu máli þegar kemur að því að ná árangri, ekki aðeins í íþróttum heldur einnig fyrir lífið sjálft með árangurspíramída sínum. Píramídinn samanstendur af siðferðilegum gildum og sálfræðilegum og hugarfarslegum þáttum sem hafa einnig ákveðnar trúarlegar tengingar við Biblíuna. Meðal þeirra þátta sem að finna í píramída Woodens eru vinnusemi, áhugi, skuldbinding og gleði gagnvart íþróttinni, samvinna, sjálfstraust og þrautseigja. Þetta eru allt þættir sem þjálfarinn getur haft áhrif á hjá iðkendum með atferli sínu og hegðun. Fyrst og fremst eiga þjálfarar að vera góðir leiðtogar og fyrirmyndir, ekki aðeins varðandi íþróttir heldur einnig í lífinu sjálfu. Þeir þurfa að geta sinnt mörgum hlutverkum svo sem skipulagningu, hvatningu, viðhaldið og vaki áhuga, halda góðum aga og verið góðir vinir og félagar iðkenda en leið haldið ákveðinni fjarlægð. Þó að einn af mikilvægustu þáttum þjálfarans sé að vera félagi iðkenda og að ná til þeirra einnig mikilvægt að hann viðhaldi ákveðinni fagmennsku og verði ekki of náinn þeim. Af þessum sökum gott að iðkendur eigi vini úr hópi jafningja innan íþróttarinnar sem eru til staðar til að sinna þeim hlutverkum sem því fylgir. Jafningjar og vinir. Samband við vini hefur mikil áhrif á félagssálfræðilega þroska ungra iðkenda. Vinir spila stórt hlutverk þegar kemur að því hvernig upplifun einstaklings af íþróttum en upplifun einstaklings af íþróttunum getur einnig haft áhrif á samband einstaklings við vini. Þannig geta vinir haft áhrif á sálfræðilega þætti og hugarfar einstaklings í íþróttum, en sálfræðilega þættir og hugarfar einstaklinga getur einnig haft áhrif á umhverfið. Að skara fram úr í íþróttum skiptir máli fyrir félagslega stöðu og vinsældir. Samband við vini getur haft áhrif á sjálfstraust, sjálfsmynd og trú á eigin getu. Þá getur það að eiga besta vin innan íþróttarinnar ýtt undir gleðina sem fylgir því að taka þátt og eflt skuldbindingu gagnvart íþróttinni. Að vera hluti af ákveðnum hóp eða liðsheild getur einnig skipt máli varðandi samkennd og vera hvetjandi fyrir íþróttaiðkun. Vinir innan íþróttarinnar geta einnig ýtt undir meiri keppnisskap sem getur haft bæði góð og slæm áhrif. Ákjósanlegar aðstæður fyrir íþróttamenn til að alast upp í er umhverfi sem býður upp á félagslegan stuðning, umhyggju og jákvæðni endurgjöf frá félagsmótunaraðilum þar sem áhersla lögð á frammistöðu hvatningu fremur en hvatningu sem miðar eingöngu á niðurstöðu útkomu. Rannsókn þeirra Fletcher og Sarker sem gerð var á þrautseigju einstaklinga sem unnið höfðu til gullverðlauna á Ólympíuleikunum leiddi í ljós að skynjaður félagslegur stuðningur íþróttamanna frá félagsmótunaraðilum skiptir miklu máli þegar kom að því að skara fram úr í íþróttum. Þá sýndi rannsókn einnig fram á að viss persónueinkenni og sálfræðilegir þættir eins og jákvætt hugarfar, hvatning, sjálfstraust og einbeiting getur líka spilað stórt hlutverk í því samhengi. Eins og fram hefur komið eiga félagsmótunaraðilar stóran þátt í því að móta hugarfar íþróttamanna og þá sálfræðilegu þættir sem skipta máli til að ná árangri í íþróttunum. Sálfræðilegir þættir. Ákveðnir sálfræðilegir þættir hafa greint þá sem hafa náð afreksárangur í íþróttum frá öðrum. Afreksíþróttamenn eru tilbúnari til að skuldbinda sig í íþróttinni, kunna að nota markmiðssetningu og sjálfstal, beita skynmyndaþjálfun, eru einbeittari og notast við áætlanir fyrir keppni og meðan keppni stendur. Meiri tími varið í hugræna þjálfun og undirbúning hjá þeim sem skara fram úr. Þá búa afreksíþróttamenn einnig yfir meira sjálfstrausti og hvatningu en aðrir, en þetta eru allt þættir sem umhverfi íþróttamanna hefur átt stóran þátt í að skapa. Skuldbinding hefur verið skilgreind sem sálfræðilegt fyrirbæri yfir þá löngun og framlag sem einstaklingurinn tilbúinn að leggja á sig til að halda áfram að stunda íþróttir. Hversu skuldbundinn einstaklingur í íþrótt sinni hefur verið rannsakað með því að skoða ákveðna hegðunarþætti
eins og að mæta vel á allar æfingar, leggja sig fram og æfa í frítímum utan hefðbundins æfingatíma. Ánægja af því að stunda íþróttina, tækifæri sem fást aðeins með viðvarandi þátttöku, félagslegar væntingar annarra og félagslegur stuðningur frá öðrum eru allt þættir sem geta aukið þá skuldbindingu sem einstaklingur er tilbúinn til að gera gagnvart íþróttinni. Skuldbinding íþróttamanna er einn af þeim þáttum sem getur haft áhrif á það hvort þeir nái markmiðum sínum. Þá getur viðeigandi markmiðssetning ýtt undir áhuga og gleðina sem felst í því að æfa íþróttir og hjálpa þannig til við að auka skuldbindingu iðkenda. Markmiðssetning. Markmiðssetning getur á ýmsan hátt haft áhrif á frammistöðu og getur þannig verið einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á það hvort íþróttamenn ná afreksárangri eða ekki. Hún getur haft bein áhrif á hegðun og frammistöðu íþróttafólks með því að beina athygli og áreynslu í átt að þeim athöfnum og hugsunum sem skipta máli til að ná afreksíþróttaárangri. Markmið getur líka veitt aukna orku. Háleit markmið leiða oftast til þess að einstaklingur leggur meira á sig heldur en markmið sem auðvelt er að ná. Þá getur markmið aukið þrautseigju við úrlausn verkefna. Þegar einstaklingar fá að stjórna þeim tíma sem þeir fá við að leysa verkefni gera erfið markmið þá að verkum að viðkomandi gefst síður upp. Markmið getur einnig haft óbein áhrif á hegðun sem getur síðan haft áhrif á frammistöðu í gegnum sálfræðilega þætti svo sem með því að auka sjálfstraust og draga úr kvíða. Til eru mismunandi gerðir markmiða en markmið eru annaðhvort almenn eða sértæk. Almenn markmið eru huglæg og ómælanleg á meðan að sértæk markmið eru vel skilgreind, tímaleg og mælanleg. Markmið má einnig skipta niður í niðurstöðu, frammistöðu og ferilsmarkmið. Niðurstöðumarkmið eru sett í samræmi við ákveðna niðurstöðu sem einstaklingur vill ná, til dæmis sigur í keppni. Utanaðkomandi þættir svo sem mótherjar, samherjar, aðstæður og umhverfi geta haft áhrif á niðurstöðumarkmið. Frammistöðumarkmið snúast að reyna að bæta eigin fyrir frammistöðu og eru ekki eins háð frammistöðu annarra. Ferilsmarkmið miða að því að bæta ákveðna færni eða tækni sem mikilvægt til að bæta frammistöðu. Góð markmiðssetning leggur áherslu á að markmiðin séu skrifuð niður með þeim hætti að hægt sé að auka skuldbindingu íþróttamannsins við markmiðin. Þá geta markmiðin ýmist verið til langstíma eða skammstíma. Best er að setja sér sértæk skammtíma og langtímamarkmið og láta skammtímamarkmiðin vera eins konar tröppugang fyrir langtímamarkmiðið. Gott er að leggja áherslu á frammistöðu og ferilsmarkmið í stað niðurstöðumarkmiða þar sem niðurstöðumarkmið geta skapað kvíða og hækkað spennustig því að nær keppni dregur. Mikilvægt er að setja sér bæði keppnis- og æfingamarkmið þar sem áherslan á æfingamarkmiðin er að auka og bæta við færni en keppnismarkmiðin leggja áherslu að ná sem bestri frammistöðu. Markmiðin eiga að vera erfið en raunhæf til að hafa sem mest áhrif á frammistöðu en þau verða einnig að vera áhugaverð og aðlaðandi fyrir íþróttamannin sjálfan. Hvort einstaklingur ná þeim markmiðum sem hann setur sér getur verið háð mörgum þáttum en einn af þeim þáttum sem talið hafa áhrif á hversu vel tekst að ná markmiðunum er sjálfstraust og svo trú á eigin getu sem einstaklingur býr yfir. Sjálfstraust. Aukið sjálfstraust og trú á eigin getu getur haft áhrif á frammistöðu. Sjálfstraust hefur verið skilgreint sem okkar eigið mat á hæfileikum okkar til að geta gert eitthvað á árangursríkan hátt. Hugsanir og trú íþróttamannsins á eigin getu hafa áhrif á sjálfstraust hans. Það skiptir máli hversu vel trúum við að við getum og hvernig við skynjum erfiðleikastig verkefnisins og hvernig sjálfstraust við höfum gagnvart því ákveðna verkefni. Hvort sem skynjun okkar á erfiðleikastigi verkefnisins eða á eigin getu á við rök að styðjast eða ekki, hefur hún samt sem áður áhrif á sjálfstraustið. Trú fólks á eigin getu stjórnar því hvað það tekur sér fyrir hendur og hvað það tileinka sér. Hugsanir þeirra sem hafa mikla trú á eigin getu beinast að árangri og jákvæðum hliðum þess að taka þátt, á meðan hugsanir þeirra sem hafa minni trú á eigin getu beinast að neikvæðum afleiðingum þess að taka þátt. Þeir sjá fyrir sér mistök og dvelja við þá hluti sem gætu farið úrskeiðis. Erfitt getur verið að koma einhverju í verk þegar einstaklingur hafa miklar efasemdir eigin getu.
Þá hefur trú einstaklinga á eigin getu einnig áhrif á það hvernig markmið þeir setja sér og hversu skuldbundnir þeir eru gagnvart þeim. Fólk sem hefur meiri trú á eigin getu setur sér að jafnaði háleitari markmið og fylgir þeim betur eftir. Sjálfstrausti má skipta í tvennt. Annars vegar svokölluðu eðlislægu sjálfstrausti og hins vegar ástandssjálfstrausti. Sá sem býr yfir eðlislægu sjálfstrausti hefur oftast góða trú á eigin getu á meðan sá sem býr yfir ástandssjálfstrausti upplifir aðeins trú á eigin getu í ákveðnum aðstæðum eða gagnvart sérstökum verkefnum. Hversu mikla trú fólk hefur á eigin getu hefur áhrif á hvernig það lítur á erfiðar áskoranir eða vandamál. Fólk með mikla trú á eigin getu sér vandamálin meira sem verkefni sem þarf að yfirstíga til að þroskast og ná betri árangri og hafa meiri gaman af því að leysa þessi ákveðnu verkefni heldur en aðrir. Þá eiga einstaklingar með mikla trú á eigin getu auðveldara með að koma tilbaka eftir mistök eða vonbrigði og sýna fram á meiri þrautseigju. Á meðan fólk með minni trú á eigin getu forðast krefjandi verkefni eða er líklegt til að gefast upp. Þjálfarar, foreldrar, vinir og allir þeir sem koma með einhverjum hætti að íþróttamönnum ættu að vinna markvisst að því að auka sjálfstraust þeirra og bæta árangur. Til að bæta sjálfstraust íþróttamanna getur verið gagnlegt að átta sig á því og skilgreina vel hvað veldur lágu sjálfstrausti hjá þeim eins og til dæmis ótti við að gera mistök. Næsta skref væri að ná tökum á óttanum með því að horfast í augu við hann eða endur skilgreina hann á þann veg að hann sé jákvæður hluti af því ferli að ná árangri. Einnig er hjálplegt að auka sjálfstrausti gegnum markmiðssetningu þar sem krefjandi en raunhæf skammtíma- og langtímamarkmið eru skrifuð niður og unnið að þeim jafnt og þétt. Varðandi markmiðssetninguna er mikilvægt að markmiðin séu frekar frammistöðu og ferilsmarkmið heldur en niðurstöðumarkmið. Fyrri árangur, óbein reynsla, jákvætt sjálfstal og sjónmyndaþjálfun eru allt þættir sem geta haft áhrif á sjálfstraust og trú á eigin getu. Trú á eigin getu hefur einnig verið nefnd sem sterkur áhrifaþáttur á hegðun og hugsanir. Sjálfstal. Sjálfstal er einn af þeim aðferðum sem hægt er að nota til að bæta frammistöðu íþróttamanna og auka þannig möguleikann á afreksárangri. Með sjálfstali er átt við samtal sem einstaklingur á við sjálfan sig uppátt eða með hugsunum í þeim tilgangi að hvetja sig áfram eða bæta ákveðna færni. Hvetjandi sjálfstal er hannað til að bæta frammistöðu með því að auka sjálfstraust, áreynslu og beina íþróttamanninum í jákvæðri þankagang. Leiðbeinandi sjálfstals bætir frammistöðu með því að beina athygli að þeim tækniatriðum sem er mikilvægt til að geta gert framkvæmt ákveðna hreyfingu. Við framkvæmd ákveðna fínhreyfinga virkar leiðbeinandi sjálfstal betur en hvetjandi sjálfstal en þau virka jafnvel við að framkvæma einfaldar grófhreyfingar. Þá virkar sjálfstal best þegar það passar vel við þá hreyfingu sem verið að framkvæma. Sjálfstal getur einnig verið jákvætt og neikvætt. Jákvætt sjálfstal er ákveðin lof í eigin garð eða hvatning á meðan neikvætt sjálfstal er gagnrýni á sjálfan sig. Þeir sem tileinka sér meira jákvætt sjálfstal og minna neikvætt sjálfstal eru líklegri til að ná afreksárangri. Sjálfstal má einnig nota til að leiðrétta slæma vana, auka einbeitingu, breyta ákefð og til að auka trú á eigin getu. Íþróttamenn hafa notað sjálfstal til að draga úr kvíða og bæta frammistöðu í íþróttum eins og tennis, körfubolta, knattspyrnu, skíðagöngu, dýfingum, golfi, íshokkí og frjálsum íþróttum. Sjálfstal er áhrifarík leið til að stjórna hugsun og hefur þannig áhrif á tilfinningar, einbeitingu og frammistöðu. Hugsanir sem koma upp í huga íþróttamannsins meðan á keppni eða æfingu stendur getur haft mikil áhrif. Íþróttamenn verða því að reyna að ná tökum á þessum hugsunum til að bæta frammistöðu og skerpa einbeitingu. Mikilvægt er að vera búin að undirbúa í samræmi við þjálfara ákveðið sjálfstal sem á eiga sér stað og vera meðvitaður hugsanir sínar og hverju er veitt athygli. Þá skiptir miklu máli að sjálfstali sé stutt og nákvæm lykilorð sem passa vel við þá frammistöðu sem það á að hafa áhrif á.